Komið sæl og verið velkomin í Kaldapottin þessa vikuna. Hjá mér staddur, engin annan, Karl Ágúst Úlfsson, gerið svo vel, Takk fyrir. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Lítur vel út. Æ, þakka þér fyrir. Brúnn og sætur. Fallega sagt að já, ég búinn að vera svolítið utan dyra. Svolítið utan dyra. Er það tradisjón fyrir því að skála í Jesúlaði? Já. Lífsins elixír. Já. Þetta er í bóði Agla Góðskerð. Takk fyrir það. Það kemur alltaf þessi setning. Já, einmitt, hún þarf að fljóta með. Og svo tókst þetta því hvað ég er hámóðins í fötunum, það er því lífis hjálpa mér að Nú, já, gera það er bilið, já. Gott og vel. Þessu vissi ég ekki af. Nei, þetta er nefnilega dugleg auglýsing. Heyrðu, ég er búinn að vera rellið í langa tíma og koma að hitta mig hérna og spjalla. Já. Og við hefum ekki náð sama fyrir núna. Nei. Vel gert. Já. En fyrsti snertiflötur okkar var í Brúarlandsskóla 1971. Þá var ég í fyrsta bekk Gaggó, í öðrum bekk. Ég í öðrum bekk, já. Og þaðan man ég alltaf eftir. Já, takk fyrir það. Ég man eftir þér líka. Já, svo var ég nú í bekk með bróðinum. Já. En ertu mósari í grunninn? Er það bakgrunninn? Nei. Ég hef búið á svo óheyrilega mörgum stöðum. En sko, ég var 10 ára gamall þegar sko foreldrar mínir, sem voru bara örfáum árum eldri en ég, fluttu í Mosó og í Mosfellssveit náttúrulega eins og hún hét og þá höfðum við verið að þvælast Reykjavík bara frá því ég fæddist. Sko sum árin fluttum við tvisvar. Okay. Þannig að þau voru bara verið í svolítið miklu basli og náðu síðan að byggja sér einbýlishús í Lágholtinu og það gerist þannig að afi minn sem er, þetta er allt svo flókið sem það er að segja frá, afi minn sem var ekki afi minn heldur fósturfaðir hans pappa. Hann vann á Reykjalundi, búinn að gera það í nokkuð mörg ár og var sem sagt með lögheimili í Mosfellssveit. Hann sótti lóð og fékk úthlutað lóð sem Mosfellingur og svo bara fengu þau að kaupa sig inn í það. Fengu Reykvíkingar ekki lóð? Ég held að það hefði verið flóknara á þeim tíma allavega. Ég held að Mosfellingar hafi gengið fyrir þegar úthlutað var nýjum lóðum. Já, ég veit ekki, þetta var allavega sagan sem ég fekk að heyra. Þetta er ástæðan fyrir því við værum þarna verið svo að afi hefði átt rétt á lóð. Já, en þú sagðir foreldrar nokkrum árum eldri en þú, voru þeir ungforeldrar? Já, sko, þegar ég fæðist þá er mamma orðin 17 og pabbi varð 18 rúmum mánuði seinna. Og þú klárlega fyrsta barn? Já, ég held ekki alveg stóla á það. En hvað tekur við? Þú lappar í gegnum Gaggó Mos? Já. Svona áfallalust? Já, áfallalítið, já. Ég var svo upptekinn í vesinni, þannig ég fylgdist ekkert með hvað gerðist í sveitinni. Nei, sko, náttúrulega Brúarlandsskóli sem þú talar er skólahúsi sem stendur við Vesturlandsveginn. Já, niðri í þegar maður beygir þarna og ekkur fram hjá Álafossi og þar. Svona grátt hús og bóstlega svona, mér finnst það, ég þykir alltaf vænt þetta hús. En svo náttúrulega fluttum við meðan við vorum í þessu skóla, ég og þú, þá var flutt í nýtt húsnæði. Þannig yfir í Varmáskóla? Já, Gagnfræðaskóla Mosfellssveitar, sem það var nýbyggður. Já, einmitt. Já, og þannig að ég var þarna. Það sem kannski var merkilegast við þetta uppeldi mitt þarna frá því ég er 10 ára gamall og þangað til ég flyt svo aftur til Reykjavíkur innan við 20, að það var tónlistarnámið. Ég lærði á trompet, var nemandi Birgis Sveinssonar. Já, ég man eftir honum. Já, og svo Lárusar Sveinssonar, bróður hans, sem kenndi mér því ég var aðeins lengra kominn. Og ég var náttúrulega í lúðrasveitinni hjá þeim bræðrum. Í búning og öllu? Já, búningur. Hann var reyndar þegar ég var í þessu, fyrsta árið eða 2 sem ég var í þessari lúðrasveit, þá var þetta svona hvít rúllukragapeysa. Það var einkennisbúningurinn okkar. Já, veit ég, það var kannski svolítið poppað, popparnir. Svolítið change. Já, change, svolítið. Já, líklega. Og þetta gaf mér mjög mikið, þetta tónlistarnám. Svo var ég unglingur og þá lét ég oft hluti fara í taugarnar á mér sem eftir á hyggja var ástæðulaust. En svo náttúrulega bara
var ég sem orðin kominn það langt í tónlistarnámi, ég þurfti að velja mér hljóðfæri nr. 2 og valdi mér píanó og var nemandi Ólafs Vignis. Já. Er það ekki Litla flugan og allt það? Nei, Ólafur Vignir er einhver hérna öflugasti píanóleikari sem við höfum átt. Já, ég er eitthvað ruglað þessu. Já, það tala um einhvern annan. Já. En hérna... Einhver lag sig hérna... Nei, það var Anna Vigfússon. Já, en Litla flugan eitthvað lag. Já, tónskáldið, já, einmitt. Ég er hún svo fullorðinn. Já, svo þetta gerist með aldrinum, sko. Já, þetta var, en Ólafur Vignir er mjög merkilegur tónlistarmaður en ég held að ég hafi farið svolítið í taugarnar á honum af því að þegar ég byrja á píanónu þá er ég orðinn unglingur og þá er ég að vanrækja heimaæfingar og ýmislegt af því að ég hef svo mikinn áhuga á alls konar félagslífi og þar með leiklist. Varstu komið leiklistabakteríu þarna? Hún var, ég einhvern veginn fékk hana þarna. Já, ég lék alltaf á hverju ári í einhverjum sýningum, einhverjum árshátíðum, einhverju sem var sett upp og það var þetta árið sem ég var í landsprófi sem var sem sagt þá síðasta árið mitt í Gaggó. Þá settum við upp heilskvöldsýningu, Andrókles og ljónið í Hlégarði. Já, ok. Og ég lék Andrókles. Vel gert. Já, það var gamall? 15, eða ekki? 15-16. Þannig þú ert strax kominn þarna alveg með fótinn inn? Já. Með áhuga? Já. Ég held að þarna, í þessari sýningu, í þessu stóra hlutverki, þá svona einhvern veginn læsti þessi draumur sig fastan inn í mér. Var hann búinn að blunda með þér eitthvað gegnum tíðina? Já. Ég held að, þegar ég hugsa um það svona af hreinskilni og heiðarleika, þá held ég að ég hef fengið, verið búinn að fá þá hugmynd að verða leikari bara hvað, 12 ára, 13 ára, eitthvað. Já, ok. Þannig þú eldir þann draum alveg í gegn? Já, í raun og veru. Ég var alltaf með eitthvað annað, ég hugsaði alltaf með mér, sérstaklega þegar ég var unglingur og hugsaði að nú ekkert víst að ég geti það, því að ég þarf að fara í nám og ekki víst ég komist inn í skólan eða neitt, sko, og þá er ég með fullt af plönum sem ég er alveg til í að gera þess vegna, alveg jafn til í það eins og hitt. Þannig varstu þið mjög kreatífur sem krakki strax, þannig að hausinn er á fullu allan tíma. Já, ég meina, ég er enn, já, allir það ekki. En ég er líka bara, ég er enn að sko, finna eftir mig handrit sem ég skrifaði, 12 ára að leikriti. Eitthvað leikrit sem ég samdi og var sett upp í skóla, varmárskóla. Já, ok. Og þetta á ég einhvern veginn, sem betur fer, þá hendi ég þess ekki. Nei, þannig átti þetta allt til. Þetta er að tínast upp á pappakössum hjá mér. Og eitt og eitt handrit sem ég er svona, finnst það bara magna, skrifaði ég þetta, já. En þegar þú lest það svona löngu seinna, var eitthvað búðir í þessu? Já, ég meina miðað við það að þetta er krakki sem er að, held ég á mörgum tilfellum að reyna að vera fyndinn. Og sumt er fyndið, sumt er fyndið þessu. Þannig svolítið eldið þessi kómikgleði í gegnum leiklistina. Já, gerði það á þess að ég ætlaði mér það endilega. Algjörlega. Þarna ertu komin í borgina, í píanónám. Já. Og var leiklistaskólinn eitthvað sem var í sjónlínu? Þú meinar þá í Eftir þú ferð úr föðurhúsum, móðurhúsum? Já, ég flyt, þegar ég er 19 ára, þegar ég tek inntökuprófið í leiklistaskóla Íslands. Og kemst inn í skólan. Og þá er ég bara, þetta var eiginlega svolítið hlægilegt að ég er að klára stúdentspróf, útskrifast úr MH í jakkafötum með hvíta stúdentshúfu og mæti akkurat í þessum fatnaði í inntökuprófið í leiklistaskóla Íslands með húfuna. Ég var að koma beint úr athöfninni. Já, góður. Það var engin pása á milli, ég gæti ekki skipt um föt. Hvernig fóru þessi athöfn fram? Þú meina þetta... Þegar var að vera metað inn í skóla. Þú mættir í þessum galla og... Já, þetta var reyndar inntökuprófið á þeim tíma, ég hef ekki fylgst nákvæmlega með því hvernig það er í dag. En það var þannig að fyrst voru allir sem sóttu þeir áttu kost á að koma og performera einu sinni. Og síðan voru var valinn hópur sem var mörgum sinnum minni, heldur þess að sem hafði sóttum. Og hann hélt áfram í 2 vikur.
í prófum. Og þannig já, og síðan var valið Svo endaðir bara sem nemandi í skóla? Já, svo endaði ég sem nemandi, þetta byrjaði sem 8 manna bekkur. Hafðir þá líka svona mikla skoðanir öllu? Já. Ég hafði þessi mikla skoðanir á mörgu, sko. Og kannski æmitt svolítið mikla skoðanir á því hvernig mér fannst leikhús eiga að vera. Hvaða hlutverki mér fannst það eiga að gegna. Og hvernig það ætti helst að höfða til fólks og hvað það ætti að varast og svo framvegis. Það er mjög típist. Sko, mín upplifun eftir á að hyggja þegar ég hugsa tilbaka þegar ég var að útskrifast sem leikari var svolítið svo að okkur fannst við vera kynslóð númer 1. Það var að taka við öllu og nú væru bara allir aðrir óþarfir. En skólinn hlýtur hafa verið nýlegur á þessu tímabili? Já, hann var mjög nýr. Sko, þessi skóli verður þannig til að það eru sameinaðir 2 skólar sem þá voru starfandi, annars vegar Sálskólinn sem var skóli sambandsáhuga manna áhuga fólks leiklist og svo Húsaskólinn sem var leiklistaskóli atvinnu leikhúsanna í Reykjavík, það er að segja Leikhús Reykjavíkur og Þjóðleikhússins. Þessir 2 skólar voru sameinaðir og þeir nemendur sem voru komnir af stað í námi í þeim, þeir luku sínu námi í LÍ. En ég var svo í fyrsta bekknum sem var tekinn inn í LÍ sem byrjendur. Já. Þannig ég raun og veru var í fyrsta bekknum sem tók öll 4 árin í þessum skóla og útskrifaðist sem leikarar. Vel gert. Já. En hvað, þannig að þau útskrifast það 4 ára seinna, þannig að það var 23-24 ára gamall. Já. Hvernig var statusinn á þér? Varstu bara herbergi út í bæ eða var bóheim í þér? Varstu á skrallinu kannski? Það var einhver blanda. Ég gekk nú einhleypur í gegnum allan skólan að því leyti. Ég átti enga, ég átti einhverja kærustur en það var eitthvað sem endist ekki vel. Og svona var ekkert, og ég var það ekkert mitt val, það voru þær sem losuðu sig við mig, sko. Nú var það svoleiðis? Já, það var bara held ég alltaf hannig. Varstu erfiður? Ég var bara ekkert spennandi, held ég. Ég veit ekki hvað það var sem var, ég var sem aldrei skilgreint það nákvæmlega sjálfur. En það voru þetta mjög ólík sambönd. En sko, þegar ég útskrifast, sem 81, að þá ég byrjaður í sambúð með fyrstu barnsmóður minni, Maríu Sigurðardóttur, sem og við eignum síðan Eyvind saman. Fyrst það frumburðurinn okkar beggja. Þetta 81? Það er 81, já. Þannig að þá ég kominn, orðinn bundinn í sambandi, í sambúð og nýorðinn pabbi. Hvernig var það? Hvernig funkar því? Ef ég á að vera alveg hreinskinn við sjálfan mig, þá finnst mér eins og ég hafi ekki staðið mig sérstaklega vel til að byrja með. Nei. Og ég hefði alveg getað gert betur og alveg bara, og ég er sannfærður það. Og ég hef nú rætt þetta svolítið við að Eyvind son minn og ég er svona, við erum ekkert endilega sammála um það, en ég horfi þannig á sjálfan mig að ég hefði alveg getað gert hlutina öðruvísi. Að vera foreldri alltaf þessi hugsun bakvið, sko. Bara goes with the territory, som að sletta þeim, sko. Já. Þetta er, það er, sko það varð í raun og veru seinna kannski mitt merkilegasta hlutverk í lífinu að vera faðir. Og þá einhvern veginn líka byggði ég á þeirri reynslu minni að hafa kannski í byrjun ekki verið neitt sko æðislegur. Og vilja gera betur. Reynast betur þeim börnum sem eignaðist seinna mér. Hvað áttu mörg börn? Ég á 5 börn og 3 þeirra eru mín börn frá náttúrunnar hendi og svo á ég 2 stjúpdætur sem ól upp í 24 ár. Já, ok. Þannig að það eru auðvitað börnum mig líka. Já, maður getur elska börn þá maður ekki búið til. Já. Klárlega. En þarna þegar þú útskrifast svo skólanum, hvað tók við? Þá tók náttúrulega við bara fyrir það að vera
pabbi og, og allur sápakki. Já. Það var bara, sko, það tók við, sko, ég litið á það sem rosalega mikla, sko, lífsbaráttu. Því að, sko, náttúrulega launin sem maður gat fengið fyrir það að vera leikari og ég tala nú ekki bara lausaður leikari, ég var hvergi fast á þeim. Voru nú ekkert glæsileg, sko. Nei. Og þegar maður var að reyna að reka fjölskyldu, gera upp húsnæði og eitt og annað, þá þurfti maður mikið af penningum að halda. Þannig að það tók við óbóðslega mikil vinna. Mikið hark. Mikið hark, sko. Og ég gerði því óbóðslega margt. Eins og? Ég lék á mörgum stöðum, ég byrjaði að leikstýra verkum bæði hjá áhuga félagi, allavega einu, leikfélag Hafnarfjarðar og svo í útvarpinu. Og svo sem þetta var, sko, á þessum tíma þá var til dæmis útvarpsleikhúsið gríðarlega öflugt. Var ekki fimmtudagskvöld, Rás 1? Jú, fimmtudaskvöldum. Allir þögnuðu og hækkað. Ég man alveg eftir þessu. Já, það ekki. Jú, skemmtilegt. Já, þarna var gríðarlega öflug og mikil og flott leiklistastarfsemi í útvarpsleikhúsinu. Þar var mjög sko, fyrir utan launin, fyrir utan það að fá aukaverkefni og geta halað smá tekjur í viðbót, þá var þetta bara opbóðslega lærdómsríkt fyrir unga leikara og fyrir leikara á öllum aldri að glíma við hin og þessi hlutverk í útvarpi. Semst að framkvæma leikrit sem ekkert sjónrænt, þetta allt hljóð og púllaða. Og í minningunni fannst mér mörg að þessu verkum skemmtileg, mjög skemmtileg. Já, ég hef alveg óheyrilega margar og góðar og fallega minningar bara frá því ég var krakki, sko, og hlustaði bara útvarpsleikritin, bara, sakamálaleikriti í útvarpinu heima hjá ömmu minni. Ég veit ekki hvað ég var gamall, 6 ára eða eitthvað. Ég var fann að fela mig bak í stóla, þetta voru svo svakalegar sögur. Spennandi. Já, spennandi og margir af þessum leikurum sem að léku þetta á þeim tíma urðu, sko, átrúnaða góða mín. Eins og hverju? Rúrik Haraldsson, til dæmis Róbert Arngrímsson, Sigríður Þorvalds og ég bara fullt af þessu fólki sem ég heyrði og hlustaði mikið og fekk svo að vinna með seinna, sem var náttúrulega ofsalega. En hvernig var að vera sem sagt newcomer, sem sagt inn í leikarastéttina út úr leikskóla, veist? Ég var nú svo ofboðslega heppinn að ég fekk ég fekk mjög áhugaverð hlutverk fyrstu árin. Bæði svolítið fyrirferðarmikil hlutverk, vandasöm og kröfuhörð en sko þar liggur nefnilega heppnin mín, sko, að ég fekk öll þessi tækifæri og ég ekkert endilega viss ég hafa alltaf staðið mig vel. Ég meina, ég lék kannski sumt af þessu alveg ágætlega, annað miklu síður. Ferillinn hefði náttúrulega feitast út hefur ekki, sko, staðið vel. Já, svo bara virkar nú gæfan og heppnin á margvíslegan hátt. Segðu. En sko, já, þannig að ég, sko, það tók við hver veturinn á fætur öðrum. Það sem að ég hafði alveg helling að gera. Ég var að leika spennandi hlutverk og ég var að fá önnur tækifæri og þarna strax þegar ég byrjaði að vinna sem þýðandi. Þýðarleikrit og fyrsta leikriti sem ég þýddi var fyrir útvarpsleikhúsið og var sem sagt skólaverkefni sem bekkurinn minn glímdi við í námskeiði okkar í útvarpsleik. Þetta aðgengilegt dag fyrir ekki skipta alveg? Nei, þetta er ekki hægt að fara inn á eitthvað sarp og hlusta? Nei. Þetta er nefnilega, til dæmis bara, sko fyrir þá sem vildu stúdera sagnfræði leikhúslífsins á Íslandi, þá væri þetta verk svolítið áhugavert til rannsóknar vegna þess að þarna þýði ég leikrit og þetta er amerískt leikrit. Börn, hvað er þetta? Börn Mánans. Börn Mánans, held ég, já. Börn Mánans? Já. Og ég þýði það og ég fæ bara einhverja örfáa daga til þess að þýða þetta og geri það bara með látum, en ég hafði reyndar áður, ég hafði svolítið reynslu sem þýðandi, ég hafði þýtt Hobbit með pabba mínum einhverjum 2-3 árum áður en þetta gerist og ég rótast í gegnum þetta og þetta er svona amerískt, svolítið hippalegt
svolítið nútímalegt verk ungt fólk sem að hefur málfar sem að hefur ekki sést í eða heyrst í íslensku útvarpi. Þá er ég að tala sko hérna, það unga fólk, það klæmist, það notar alls konar blótsyrði og segir eitt og annað sem að þykir ekki við hæfi. En ég bara trúr þessum höfundi og gerir þetta bara á þann hátt sem að mér þykir heiðarlegast. Svoleiðis að ég þýði alls konar orðs á íslensku og þau verða að einhverju píka eða runga sér eða eitthvað og við leikum þetta í útvarpið og það verður allt snældu vitlaust. Sko, allir fjölmiðlar Íslands fara á hliðina. En var útvarpið ekkert búin að renni yfir handrit? Nei, þetta var gert í svo miklum látum og það lá svo mikið á þessu. Það var einhvern veginn ekkert eftirlit og það var enginn sem að þótti ástæðu til að athuga hvort við verðum að gera eitthvað sem að geti valdið hneykslun eða ekki. Og ég man að leiklistarstjórinn þáverandi var ekki einu svona á landinu þegar við vorum að taka þetta upp og þetta var sent út. Sem betur fyrir kannski? Já, þannig að hann gat bara gæta við hafna því að hann bæði náttur ábúrðar. En á þessum tíma þá voru við sko til dæmis voru svona lesendabréf birt í öllum blöðum sem komu. Húsmaður í Vesturbænum og allt þetta. Og lesendur þessara blaða, þeir sendu inn alveg endalausar kvartanir, gagnrýni, hneykslun. Hneykslun á því hvernig þetta unga fólk hagaði sér. Hvað, var það málfarið í leikritinu eða verkið bara í heild sinni? Já, verkið í heild sinni, það var ein persónan var einhver pervert sem gerist sekur að klæmast við unga fólkið og svo framvegis og það var alls konar svona hluti sem fóru fyrir brjóstlega fólki. En hver valdi verkið? Gerðir þú það? Við gerðum það í einhvern veginn í sameiningu, ég man ekki nákvæmlega hvernig það kom til, en við leituðum í margar vikur að verkið til að setja upp og fundum ekkert sem okkur líkaði, þangað til þetta allt í einu datt upp í hendurnar á okkur og augljóslega hentaði okkur ágætlega. Já. En þá voru bara nokkrir dagar í það, það var bara skipað í Blómaborg. Já, einmitt. Það var skemmtilegt. Við vorum að stikna í náðan og svo mikið sól. Það er veðrið á Íslandi. Þannig að þið fenguð á baukinn, þið voru ekki svartlistaðir eða neitt svoleiðis. Og ég hugsaði, fyrirgefðu. Þið voru ekki svartlistaðir hjá RÚV eða neitt svoleiðis. Já, sko, það var náttúrulega það sem ég hugsaði. Ég hugsaði, sko, það er ég fæ líklega aldrei að þýða leikrit framar. Og svo voru við nokkra gestaleikara í verkinu og Gísli Alfreðsson heitinn var einn af okkar gestaleikurum. Og þegar allt var orðið vitlaust og allt í kringum mig og sýnin á Ríkisútvarpinu þagnaði ekki dögum saman út af því að fólk hringdi og kvartaði. Þá mætti ég Gísla á ganginum á Skúlagötunni og var svona kannski frekar niðurlútur sjálfur. Og Gísli segir við mig þegar við hittumst, heyrðu, þú hittir nú aldeilis naglann á höfuðið. Já. Og já. Í merkingunni frábært? Það hefði verið flott hjá mér, sko. Já. Ég hefði farið hárrétta leið. Og síðan hef ég þýtt kannski 50 leikrit eða svo. Já. Þetta er mjög óvanlegt á Íslandi. Já, þetta er svona. Þetta er alveg bara... Já, þetta er svona rosalega þungasirni. Þetta er svakalegt. Já, Vá. Bestu leiðindi búinn? Í bili. Já, í bili. Ég var alltaf að vona að þið spáðu að það gæti verið þrumur eldingar í dag. Já, var það. Og ég var alltaf að bíða eftir til að toppa. Já. Það kemur... Það var þetta fullkominn. Það hefði nú verið áhugavert. En við enduðum þar sem að þú hittir einhvern sem að sagði... Já, þú hittir naglann á höfuðið, já. Hittir naglann á höfuðið. Já. Já, ég sagði, var ekki síðast að... Já. Ég veit ekki hvort það heyrðist. Nei, ég sagði að ég hefði þýtt 50 leikrit eftir þetta. 50 leikrit. Eitthvað lýs. Vel gert. Og fékkst á baukinn fyrir eitthvað þeim. Nei, ekki manni ég eftir þetta. Nei. En síðan, þarna erum við komin 1980 eitthvað. Já, þarna.
Sko ég náttúrulega, ég útskrifast 81. Já, og þetta semst 80s tímabil. Já, og náttúrulega, sko að leika í mestanpart í leikhúsi og útvarpi. Það er að leika bæði hjá Leikfélagi Reykjavíkur og Þjóðleikhúsinu. Nema svo 80 og, já, það var strax 83, já. Þá fæ ég þetta hlutverk í Nýju lífi. Já, ég verð að stoppa þarna, að því ég er með kveðjutíðin. Já. Ég fer með hundum í reglulega á hundasvæði hérna á Selfossi. Já. Og það er einn náungi sem heitir Gummi. Mikið fan, hann var að spyrja hverju var að koma og ég sagði verður þú. Þú verður að skila þessu til hans. Ég bið að heilsa honum Danieli. Hann er búinn að fylgja mér í gegnum lífið, hann Daniel. Já, ok. Hvernig kemur það til? Daniel, það varstu karakter í Nýju lífi. Já. Með Þorleifi. Já, með Eggerti Þorleifs. Eggerti Þorleifs. Já, einmitt. Já, sko, ég náttúrulega enn og aftur segi það, hvað ég var óbáslega heppinn. Strax, sko, bara þegar það er bara 2-3 vikur frá því að ég útskrifaðist, þegar ég er komin vestur á Breiðafjörð að leika Fíflið í Útlaganum. Í kvikmyndin Útlaganum? Já. Pínulítið hlutverk, en svolítið áhugavert og margir enn að spyrja mig hvort ég hafi virkilega leikið þetta. En og síðan kem ég til Reykjavíkur og fer beint í annað lítið hlutverk í bíómynd sem í Jónóti og Jóni Bjarna. Og þessi leik Sundlaugarvörð. Og þar hittustu Þráinn Bertelsson í fyrsta skipti. Þráinn Bertelsson leikstjóri. Og okkur gengur bara alveg hörku vel að vinna saman. Og verður svona mikil stemning á milli okkar. Og við búum til senuna saman í sameiningu. Og hún verður bara skemmtileg. Og þetta held ég verið til þess að þessum 2 árum seinna þá er Þráinn að undirbúa þessa fyrstu lífmynd og hann vill fá mig og ég er akkurat laus á þeim tíma sem hann þarf á mér að halda og Eggert á móti mér og við Eggert þekktumst ágætlega. Þannig að þetta var gríðarlega spennandi. Þarna fæ ég að verða Daniel. Heldur betur. Og það er gaman að segja frá því, ég verði þá að segja þér sögu. Ég hef búið inn í stórafmæli daginn, eða nokkra viku síðan, og sá sem aðeins máminn að hann hélt upp afmæli sitt í Bíó Paradís. Já. Og öll hann var búið í bíó, popp og kók. Já. Og það var nýtt líf. Já. Sýnd fyrir fullum sal í Stórasalnum. Það er einmitt það. Og hún var ógeðslega skemmtileg. Já. Og ég var einmitt að ræða eftir á við konu mína, vá hvað hún eldist vel í þessi mynd. Já. Ég vilt eldast þess sumar svo illa sko. Já. En það var hlegið alla leið. Já, það er gaman að heyra. Í salnum. Það er mjög ánægjulegt. Já. Hún var blockbuster. Ég meina, hún gekk vel. Hún gekk mjög vel. Hún gekk alveg frábærlega. Síðan gerum við saman, sko, bara árið seinna, gerum við Dalalíf, sem er mynd nr. 2. Það gerist upp í Kjós. Gerist upp í Kjós. Og hún gengur jafnvel ennþá betur heldur en Nýtt líf. Nú er það? Já, svona sölulega. Og það er ýmsar skýringar á því. Kannski, og ábyggilega, ein skýringin er svo að hún er frumsýnd í allsherjarverkfalli BSRB. Og það er ekkert sjónvarp. Nei, ekkert sjónvarp. Og það er ekkert útvarp. Og ríkið er ekki opið. Það er ekki að fara að kaupa sér brennivín. Já, ég man eftir þessu tímabili. Og það er sko sígarettur seljast upp í landinu og fást ekki. Ég man eftir þessu. Og þá hugsa ég, ég meina, þetta var kannski það eina ánægjulega sem fólk gert að fara í bíó. Já. Fara bara niður í Nýja bíó og sitja þar í 2 tíma til þess að halda þetta út. En allavega, Dalli fær rosalega góða aðsókn en slæma dóma. Já. Hörmulega dóma. Já. Mér fannst aðeins halla undanfæti í seinni myndinni. Margir eru á þeirri sko. Veist, eins og gerist oft. Já. En svo kom 3. myndin. Svo kom 3. myndin. Já, Löggulíf. Já. Það var, hún er enn og aftur, margir segja að hún sé síst af öllum, en svo eru sem segja að hún sé best. Já, svo er þetta náttúrulega allt smekksatriði, þau upp í staðið. Já. Ertu reikinn af þessum verkum? Já, ég er það og sko ég hef ekkert alltaf verið það. Það hafa alveg komið tímabila sem ég hugsa, ég hefði getað gert betur, við hefðum getað gert betur, við hefðum getað, bla bla bla. Já. En svo hitti ég náttúrulega fullt af fólki sem heldur mikið upp á þessar myndir. Og
og með tímanum þá bara þykir mér eiginlega vænt þar allar og bara stoltur af því að hafa tekið drjúgan þátt í að búa það til. Þú varst eiginlega bara svolítið heimsfrægur hérna þegar nýtt líf kemur á Íslandi. Já, eflaust sko. Alveg, þetta var alveg stjörnuleikur og skemmtilegt. Þetta fór beint í þjóðarsáluna, þetta verbúðarlíf og fylliríf og tilbehör. Já, ég held það. Það var líka óbáslega gaman að sko fá að sjá og heyra og vita hvernig Vestmannaeyingum líkaði sjálfum. Og þeir voru stoltir af þessu, margir hverjir. Sumum fannst fylliríð of mikið í myndinni, öðrum fannst of lítið. og þannig það. En sko, það kannski eitt af því stórmerkir við þessa mynd það að hún gerð bara á vinnusvæði fólks í Vestmannaeyjum og fólk upp til hópa ekkert að leika, það bara að vinna. Og á þessum tíma voru ekki þessar ströngu reglur aðgengni að matvinnslu og þar með einhverju fiskvinnslusölum og slíku. Nú fær enginn að fara þangað inn lengur nema einhverjum ábúðslegum göllum og búningum og eitthvað. En okkur var bara hleypt inn á fiskvinnslustöðina og þar vorum við bara að skjóta atriði innan fólkið sem var að gera fiski. Ok, og allir bara glaðið með það? Allir glaðið með það og enda líka, hún kostaði sama og enga peninga þessi mynd. Nei. Við vorum bara í sömu búningunum allan tíman og meira að minna einhverju vinnugölum og svo fengum við að sitja í einhverju skipi, netviði skipi einn túr og skjóta atriðin borð en þurftum ekki að taka hann á leigu en það hefði getað það. Við vorum bara fengum að vera innan með sjómannina. Þannig þið tókuð allan túrin? Já. Draumastíla túrin? Já. Það var alltaf að tekið bara í einum túr þessa bát sem fór. Og þeir voru bara að veiða og gera sitt vanalega? Draga upp netin og verka fiskinn og allt það. Og svo bara kamera í landi, þið silduð inn? Já. Þannig á bátnum? Já, einmitt, já, það var, já. Og dregnir inn? Akkurat. Svona var þetta? Svona var þetta. Við vorum bara einhvern veginn inn í einhverjum raunveruleika sem við fengum að snúa út úr og fíblast með. Já. En hvað tekur við í kjölfarið af þessu? Leikhúsið alltaf sem togar? Finnst þér það? Já, og til dæmis þegar ég að skjóta nýtt líf, ég þurfti að semja þannig við þann framleiðanda upphaflega að ég þurfti alltaf að fara frá Eyjum til Reykjavíkur þegar að sýningin væri leikinn sem ég var að leika í. Já. Og þannig að ég var að leika á sama tíma sko. Og þessar 5 vikur sem við vorum í Eyjum þá þurfti ég að fara allavega einu sinni í viku, alltaf einu sinni í viku í bæinn og leika. Og svo aftur tilbaka. Vá. Já. Þetta er hörku púl. Já. En svo kemur náttúrulega löggulífið og það eiginlega bara þegar ég í tökum á þeirri mynd það sem haft að sambanda við mig og ég beðin að vera með í Skaupinu 85 og þar verður Spaugstofan til. Já. Það er Siggi Sigurjóns sem að kippir mér inn í þann hóp og allt í einu ég farin að vinna með Ladda, bara manni sem ég hafði dáðst sko, alveg frá því. Hann þjóðagerð sem þessi maður. Ég meina, ég var 15 ára þegar ég sá hann fyrst í sjónvarpi og ég átti ekki orðið því hvað hann var. Rosalega. Maður er búinn að hlæja allar götu síðan. Já, óbáslega fyndið. Hann er svo mikið náttúrutalent. Algjörlega. Hann getur þetta allt svo miklu betur en allir aðrir. Og líka, það sem ég nú gamall kvikmyndagerðmaður og gerði stuttmyndir og Laddi leki einn, ég verð að fá að segja þessu sögu. Já. En stuttmyndin var cirka 18 mínútna löng, 1 skot inn á baðherbyggi og Laddi átti að gera allt, sem sagt, linsan var spegillinn. Já, ok. Sem sagt, hann kemur inn og klórar sér í rassinum og skilur á nærbuksunum, og svo klæðir hann sig og rakar sig og gerir allt sem hann gerir og allt sem hann gerir einhvern veginn fyndið og hann tekst einhvern veginn. Og svo búið að taka þetta upp einu sinni og ég segi við hann, Laddi, þegar þú gerir þetta, einhverstað 10 mínútur inn í myndina, til ég að stíga nær, af því þetta er svona aðeins iffi horn. Og ég beið og svo fer þetta í gang aftur og hann bara kóperaði fyrra dæmið. Svo kom þessu atriði
og steiga nær. Hvílíkur snillingur. Svo við dveljum aðeins í Ladda. Já, Ég bara, wow. Algjörlega. Komið. Já, sko þegar þú segir þetta, að ég sagði þetta ég hefði fengið að vinna með Ladda í fyrsta skipti í Skaupinu, en það er ekki alveg rétt hjá mér. Vegna þess að fyrsta leikstjórnarverkefni sem ég fekk í útvarpsleikhúsinu, þá er ég leikstýraverki eftir Andrés Indriðason fyrir Kallmann, rúmlega 30 og barn, son hans. Og mér tekst að velja Ladda í hlutverk pappans og Pál Óskar sem barnið. Þannig að þetta var fyrsta leikstjórnarverkefni mitt, Laddi og Páll Óskar. Svo hefði ég bara Bara að byrja á toppnum. Já, byrja á toppnum. Því hefði ég bara getað hætt þarna. Þetta var einhvern veginn. Og hvaða verk var þetta? 50. heitir þetta leikrit. Það er eftir Andrés. Og bara snarvirkaði? Þetta var all live, þetta var ekki tekið upp áður? Jú, þetta var tekið upp, já. Já, þannig að var þetta bætinn hljóðeffektum og svona eftir á? Já, það var heilmikið hljóðvinnsla á svona verkum. Já, en dveljum ekki Ladda. Laddi er bara yndislegur og ég er búinn að rella honum mikið að koma og hitta mig og hann er ekki búinn að segja nei við mig. Okay. Og Laddi hefur þetta að hlusta á þetta og hringi í þig. En svo eftir þetta allt saman, hvað tímabil tekur þar við? Er það bara leikhús áfram og everyday stuff? Já, það er bara svolítið svoleiðis sko. Og þangað til að upprennur árið 1989. Og við vorum búin að vera með svona vinnuhóp sko, sem við kölluðum Spaugstofuna. Ég, Örn Árna og Siggi Sigurjóns og Laddi stundum með okkur. Og við vorum með hús á leigu, þurftum að standa í skilum með leiguna og þetta sama húsnæði, þetta vinnuherbyggi leigðu með okkur Randver og Pálmey. Okay. Og ég var alltaf að leita leiðum til að einhvern veginn að vinna fyrir peningum, þannig að gætum haldið áfram vinna. Og þetta var eina af hugmyndunum, að við myndum bara sameina þennan hóp og reyna að fá sjónvarpsþáttagerð samþykkta. Já. Og það tókst. Já. Þið byrjuðu á Stöð 2, var það ekki? Nei. Í RÚV. Þetta er nefnilega svolítið fyndið, vegna þess að við buðum Stöð 2 þetta og þeir ætluðu að kaupa þetta og ég, Örn og Siggi sátum inn á skrifstofu hjá þeim með pennan í höndunum, ætluðum að fara að skrifa undir samninginn. Þegar þeir allt í einu hætta við. Bara á stand? Bara með 10 mínútna fyrirvara. What? Það var ofsalega skrítið. Dagskrárstjórinn sem átti fundin með okkur var kallaður aðeins út af fundinum bara smástund fram á gang. Svo kemur hann bara fölur tilbaka og segir, strákar, það er búið að slá þetta af. Veistu ástæðuna? Ég veit ekki. Sko, ég held að Stöð 2 hafi svolítið mikið starfað svona á þessum árum. Það var alltaf að kvikna nýjar hugmyndir, það var ákveðið að kýla á þær, svo bara voru búin til að gera einhverja seríu, svo voru búin til 2 þættir, 3 þættir, þá þótti þetta ómögulegt og því var hent í burtu, byrjaði á einhverju nýju. Og það var alls konar svona, oft teknar einhverjar ákvarðanir sem ég bara skildi ekkert í. Nei. En svo líður tíminn og ég held að það hafi verið árið seinna sem við ákveðum að fara með þessa sömu hugmynd niður á RÚV. Og þá var Hrafn Gunnlaugsson sem þá er dagskrárstjóri sem ákveður að kaupa þetta. Og hans hugmynd var sú, hann tók þessa ákvörðun einn og í óþökk fjármála deildarinnar á RÚV sem sagði við hann, við eigum enga peninga. Og hann sagði, við rettum þessu. Jú. Og hann sagði við okkur, ég skal kaupa af ykkur 4 þætti. Ef að þeir virka, þá er ég tilbúin til að ræða það hvort við höldum áfram. Og þeir eruðu 476 á endanum. 476? Ef ég tel með þættina sem eruðu síðan á Stöð 2. Þetta er margra ára prósess. Já. Þið voru í loftinu í mörg ár. Já, við vorum í loftinu frá 89 til 2014. Og gerðið þið ekkert annað? Var þetta aðalstarfið Spaugstofan? Já, nei, það var ekki alveg þannig. Hjá mér var þetta aðalstarfið. Vegna þess að ég var leikstjóri eða verkstjóri og handritshöfundur. Það hvíldi alveg í þér allt saman? Já. Wow. Þannig að ég skrifaði öll handrit og fyrir viki þá gat ég ekki verið í neinu öðru. Nei. Það voru fyrstu árin sem ég starfaði sem Spaugstofumaður, þá fékk ég
eitt og eitt tilboð frá einhverjum leikstjórum sem var langaði til að fá mig í Þjóðleikhúsið eða eitthvað, Borgarleikhúsið og það sveið svolítið en ég varð alltaf að segja nei, ég get það ekki, ég get ekki mætt á æfingar og verið að vinna í þessari þáttagerðum að saman. Þetta rosa, þessi kvikmyndagerð, maður veit ég það, að þetta rosa vinna og vera alltaf tilbúin með nýja sketsa. Hvernig var aldrei burnout í þessu? Jú. Það var alls konar burnout og ég eiginlega gekk alveg fram að mér nokkrum sinnum sko. Sérstaklega að því að svo fekk ég náttúrulega svona skrifkvíða. Svolítið dæmigert sko. Hvernig lýsir hann sér? Þá fresta ég því að byrja á handritinu og ég ætla aðeins að bíða með þetta og svo líður klukkutími og svo líða 4 tímar og svo klukkan orðin 11 kvöldið og ég á að mæta með handritið klukkan 8 morgunin eftir. Og þá loksins fæ ég að afnota panik tilfinningunni til þess að bara sitja og standa ekki upp frá tölvunni fyrir en ég er búinn sko. Og var það oft þannig að bara daginn áður varst að hripa saman sketsana? Alltaf. Sko, við skiptum nokkur sinnum rútínu, tvisvar rútínu og sko á tímabili þá var það þannig að við vorum að taka upp á föstudögum og laugardögum og ég skrifaði þá á 5. degi það sem á að taka upp á föstudeginum. Svo tökum við svo allt ekki kemur föstudags tökudagurinn og þegar hann klárast þá fer ég heim og skrifa það sem á að taka upp á laugardeginum. Þannig að í báðum tilfellum er þetta nætuvinna. Þetta hljómar alveg galið. Ja, þetta var svolítið galið. En svo breyttum við þessu sem betur fer og fórum og síðustu árin okkar þá vorum við að taka upp á 50 og föstudum og þá fékk ég að halda pródúsjonsfund á miðvikudagsmorgni þar sem ég hitti allt fólki sem ætlaði að starfa að þættinum, fór í gegnum allt sem við þurftum, props og leikmyndir og allt slíkt og ég passaði alltaf rosalega vel upp á það að fundurinn yrði ekki lengri en klukkutími vegna þess að klukkan 10 á mínútunum 10 varð ég að byrja að skrifa. Þetta var bara það sem ég skipaði sjálfur mér fyrir. Þannig að hljómar spennufíknar eitthvað? Já, sko. Eða kvíði? Já, þetta svolítið kvíði. En þetta var eina aðferðin sem ég fann til þess að passa upp á, ég færi ekki alltaf sko í kvíðakasti að vinna allt dæmið, sko. Vá. Góður. Ég gat andað svolítið rólegar. Ef ég byrjaði klukkan 10, þá sá ég fram á einhverja 8 tíma framundan og ég myndi að lifa það af, sko. En þetta eru mörg herrans ár sem þú ert í þessu. Já. Sko, ég gaf mér að vísu tíma, sko við tókum tvívegis hlé. Í fyrra skiptið, það gerist strax sko 92, þá fer ég í háskólanum í Bandaríkjunum og þá er ég í burtu í 2 ár. Og þá leit ég bara þannig á að Spaugstofan verið hætt og myndi aldrei vera aftur. Svo kem ég heim og það er strax farið að róa í mér að byrja upp á nýtt. Já. Og ég býta á jaxlinu og segi ég er búinn með þetta. Nú er ég orðinn leikskáld, nú ætla ég að skrifa fyrir leikhúsin og gera allt annað, bara byrja á nýjum kafla í mínum ferli. Og þannig líður heilt ári viðbót, þá gefst ég upp og segi, allt í lagi, byrjum á þess aftur. Þannig að sama rútuna tók við 15. Já. En þessi karakter í Spaugstofunni, ég man alltaf eftir, ég man ekki hvað þú hést, en þú varst alltaf níski erfiði gæinn. Já, Silli, já. Ég man eftir honum, hann var óborganlegur. Ragnar Reykháls lífir ennþá. Bjóst þú hann til? Nei, sko, þarna var samvinnu rútínun okkar svo rosalega góð og dýrmætt. Að þarna komu menn kannski með hugmyndir af persónum, hugmyndir af setningu sem einhver myndi segja, hugmyndir af einhverju afstöðu sem einhver hefði og á móti einhverju eða með einhverju og svo framvegis. Og þegar Ragnar Reykháls verður til dæmis, þá erum við að hæðast að einhverjum íbúa í Árbæ sem var að tjá sig Einhver með einstaklingi? Já, einhverjum sem hafði verið í viðtali. Hafði verið að tjá sig áætlanir borgarinnar að reisa einhverja sorpeyðingarstöð í Árbænum
og íbúar náttúrulega voru mjög hneyslaðir á þessari hugmynd og það kom maður í viðtal í sjónvarpinu og hann einhvern veginn á miðri leið skiptir skoðun og einhvern veginn ekki alveg sannfærður í lok viðtalsins að þetta sé ómögulegt. Og þetta fannst okkur rosalega fyndið og við búum til skets og Siggi allar að leika þennan mann og svo bara sest hann inn í smink og það búið til eitthvað gerfi á hann og hann bara persónan verður til hjá hann þarna óborganleg á þessum tökudegi og svo bara svo lifir hann enn. Hann lifir enn. Það vitnaði í hann. Og ég meina til Kristján Ólafsson Kristján heiti Ólafsson. Rónarnir alveg fullt af vel gert, Kalli. Já, takk Mondin að þér. Takk fyrir það. Þetta er ekki smá CV sem út með þarna. Já, það er svolítið langt. Mjög langt. En í kjölfarið af Spaugstofunni sem var náttúrulega, þið voru náttúrulega heimsfrægur í Íslandi sem Spaugstofan, ég meina, þetta var vinsælt efni. Já, það var gríðarlega vinsælt. Það get ég alveg sagt á þess að vera að monta mig eitthvað ósiðlega, en við fengum, við héldum eiginlega ótrúlega áhorfi allan tíma. Sem er ekki auðvelt að gera, að halda sjó með grín. Nei, það er það ekkert. Það er engin íslensku þáttur sem hefur lifað grínþáttur ekki hálfkvist við þetta. Nei, það er alveg rétt. Og við fengum stundum frá þeim sem vildu kannski ekkert vera að hæla okkur of mikið og vildu horfa á okkur krítiskum augum. Fengum við oft að heyra að það væri ekkert að marka það þó við fengjum rosalega áhorf á laugardagskvöldi vegna þess að þjóðin væri hvað sem er að horfa á sjónvarpið á laugardagskvöldi og svo framvegis. Og við svo sem gátum ekkert svarað því en það kannski bara var svolítið sérstakt að þegar við hættum þá allt í einu var enginn þáttur að fá svona áhorf. Nei. Ekki á laugardagskvöldi, alls ekki. Nei. Þá einhvern veginn bara fólk að gera annað. Já. En í mínum huga lifði þetta alla götur og ég heyrði einhvers staðar daginn, voruð þið eitthvað krukki það hvort þið ættið að skutla saman í meira grín? Já, við ræðum það alltaf af mismikilli alvöru. Er viljið fyrir því í hópnum að gera þetta aftur? Við horfum kannski meira, þegar í raun og veru þá gerðum við einhvers konar kveðjusýningu 2015 það sem við héldum upp á 30 ára afmæli frá því að Spaugstofan var stofnuð 85 og þá settum við upp sýningu Þjóðleikhúsinu sem hét Yfir til þín og var svona eiginlega bara okkar kveðja til þjóðarinnar. Það var alveg óheyrilega gaman að gera þessa sýningu og leikana fyrir alla þessa sali af fólki og ég hugsa, en það þarf alltaf einhver svona tímamót finnst mér. Ég nú búinn að vera að nefna það við mína félaga hvort að við eigum að velta því fyrir okkur að gera eitthvað á 40 ára afmælinu sem er eftir 2 ár. Já, mér finnst það að vera must. Það er svona eitthvað sem má alveg. Það var engin pressa en mér finnst það að vera must. Takk fyrir það. Það er þannig. Ég nefnilega ég kíki stundum á Saturday Night Live frá Ameríku, eitthvað þáttur sem búið að gangi í 60 ár eða eitthvað. Og ég spyr mig alltaf því það hafa komið styttri þættir, eitthvað Mallorca, einhverju svona tímabundni grínþættir en okkur vantar svona Spaugstofu inn í flóruna. Það sem samfélagið svolítið tekið og gert grín að samfélagið. Ég er alveg sammála því að mér finnst alveg burtséð frá því hvernig okkur gekk og hvers virði við vorum, þá finnst mér þetta vera eitthvað sem að þjóðin þarf á að halda. Já. Einhvers konar kritikk, einhver hæðni, eitthvað sem að svona fjallar á, jafnvel bara á svolítið kritískan hátt samfélagið sem við búum í. Við sjáum áramótaskaupi vinsælasta þátt sjónvarpsins árlega, ár eftir ár. Fólk vill þetta. Við viljum svolítið gera grín á okkur og vitleysun í okkur. Algjörlega. Því að það nóg er að taka í sjálfu sér, þó sem margt gott í íslensku samfélagi, en það er fullt af vitleysu sem má gera grín á. Algjörlega. Og mér finnst við að gera það, Kalli. Mér finnst það líka. Mér finnst það, bara húmor einn og sér er eitthvað sem að gerur okkur við hellingsgagn. Já. Bæði okkur sem að fáum að ausa úr okkur húmornum og hinum sem að fá hann yfir sig og vilja njóta hans.
Það næring í hlátrinum, sko. Nei. Þó að þetta sé smá satýra, en þá samt næringið. Já, algjörlega. En eftir Spaugstofuna, hvað tekur við hjá þér? Já, þá eiginlega steig ég aftur inn í leikhúsinu. Já, bara upp á svið? Já, upp á svið. Eða sem leikstjóri? Já, aðalega sem leikari og höfundur. Ég hef skrifað töluvert mikið fyrir leiksvið og í gegnum tíðina. Og ég gekk aftur í það mál að skrifa verk sem ég langaði til að koma frá mér. En þá byrjaði ég að vinna miklu meira á þessu frjálsasviði, það að segja ekki í stóru leikhúsunum, heldur í meðal sjálfstæðra hópa. Það sem hefur alveg fullt kontról, kreatíft kontról. Já. Og kona mín, Ágústa Skúladóttir, hefur leikstýrt eftir mig, ég veit ekki hvað, 5 eða 6 verkum. Og ég hef leikið sjálfur í þeim nokkrum, sko. Og þá verði ég að spyrja. Já. Hvernig að láta kona sína leikstýra sér? Það er, já. Og þá koma veðurguðinni. Já, nú voru þeir komið aftur. Já, hvernig er það, Karl Ágúst Úlfsson? Svo formulegu. Segðu mér, Karl Ágúst Úlfsson, hvernig er það að láta kona sína, þína í þessu tilfelli, leikstýra þér á sviði? Það er Við erum í heiðarleikaprógrammi. Já, algjörlega. Ég er algjörlega búinn að venja mig þetta fyrir mörgum árum. Það hefur hvernig eina hlið. Ágústa er frábær leikstjóri og ég hef enga ástæðu til þess að rengja hún, eða vil ekki prófa þær hugmyndir sem hún setur fram til þess að bæta verkið sem ég er að vinna í og bæta það sem ég er að gera sem leikari. En aftur á móti þá er það sem mín krafa er hins vegar svo að þegar við förum út úr æfingarsalnum þá sé vinnunni lokið. Það verður ekki kottaumræða? Já. Hefur það tekist? Nei. Það er það sem ég er alltaf að glíma við og reyna að orða það alltaf inn á milli sér. Já, en nú erum við bara í bílnum okkar, föst í umferðinni, ef við nokkuð verið að tala þetta núna. Verður þetta hitamál? Nei, þetta verður nú aldrei hitamál. Við einhvern veginn eigum nú svo vel saman að við rífumst ekki mikið, sko. Nei. En þannig að en hún er bara svo metnaðarfullur og ákafur leikstjóri að hún einhvern veginn vill halda áfram þegar hún fær hugmyndirnar, þá verður hún strax komaðin frá sér og svo framvegis og skilja, og það er bara fallegt. Já, en ég þarf hins vegar kannski ofta því að halda að hvíla mig aðeins. Ekki grípa inn í. Já, einmitt, og vera aðeins komin nokkuð skrif burt frá þessu, svo kem ég aftur á morgun og held áfram. Það var eins og típiskur munkur sem sagði alltaf, já, er það? Já, er það? Og ég tileinkaði mér þetta svolítið. Já. Þetta var svolítið æfing að segja bara, fólk að segja mér alls konar, já, er það? Já. Þetta er að prófa þetta á konuna. Ég skal prófa það. Já, er það? Já. En ég held að, ég þurfi ofta að ég sé krafin fleiri orð til þess að útskýra af hverju ég segi, er það? Já, ég skilji. En ég bara rifja upp mitt eigi hjónaband. Stundum ég gott að segja bara, já, er það? Já, gott. Og svo hringir maður í vinnu og segir, djöfisins. Nei. Ok. Og gleymir þetta út, Sindri. Nei. En má ég opna á að þú veikist? Já. Hvað fórstu að finna? Hvað var það sem að... Já, ég fór að finna, þetta var sett eftir að ég gerði mína eigin kveðjusýningu sem hét Fíflið. Já, ég veit mikið hana. Já, og sýndi í Tjarnarbíói. Ég var búinn að ljúka síðustu sýningu á því þegar ég fer alltaf að finna fyrir einhverjum undarlegum tilfinningum í höfðinu. Einhverjum þyngslum eins og það sé steinn í hausnum á mér eða eins og það sé einhverja pressa eða reyna að brjótast út eða eitthvað. Erfitt, ég bara gat ekki lýst þessu. Og svo finn ég alltaf eina milli ofboðslega skrýtna lykt. Og ég hugsa alltaf, já, þessi lykt. Er það einhver ákveðin lykt? Einhver ákveðin lykt. En svo líður þetta hjá og þá man ég ekki hvaða lykt þetta var. Og ég get ekki með nokkru móti orðað það eða sagt, og ég man það ekki enn þann dag í dag. En
hvort þetta var steinolíulykt eða hvort þetta var sláturlykt eða hvað. Þetta var eitthvað sem ég átti að þekkja og sterkt. En hvað var að gerast innra með þér þegar þú fyrir að labba í gegnum þetta? Sko það sem ég var að glíma við var æxli í heilanum. Það uppgötvaðist sem betur fer þegar ég var búinn að bara finna fyrir þessi nokkra daga og þetta var skorið burt. Var fólk farið að sjá mun á þér? Var fólk að taka eftir Nei, það talaði enginn það allavega. Nema hvað, að hann Eyvindur sonur minn sem að lék á móti mér í Fíflinu, hann tók eftir því ásamt mér að á síðustu sýningunum þá allt í einu fór ég að klikka á texta sem ég hafði aldrei gert áður. Bara á öllum mínu ferli sem leikari, 40 ára ferli, hafði ég aldrei klikkað á texta. En það fór allt í einu að gerast í þessari sýningu. En við hlógum bara að þessu í sammenningu feðgarnir og sögðum, já, það er nú aldurinn farin að láta til sín segja, sko. En hvað var til þess að þú fórst að láta skoða? Var þetta orðið svona yfirþyrmandi? Já, það var bara, ég var að vinna að verkefni við Þjóðleikhúsið, ég gerði Shakespeare þýðingu og leikgerð sem ég var að vinna með ásamt Ágústu. Og þegar þetta fór að detta yfir mig upp inn í Þjóðleikhúsinu aftur og aftur og þá endaði bara með því ég fór niður á bráðamóttöku. Okay. Og þar var mér kippt inn því að þar sá starfsmaður strax að það var eitthvað mikið að. Og þá uppgötvaðist þetta þann dag og skömmu seinna komst ég í þessa aðgerð. Þetta var svona einhver kíli, svona eins og golfkúla, eitthvað svona. Alveg svona? Já, það var svolítið stór. Varstu ekki verkjar með hausverk? Nei. Fann ekki fyrir því. Wow. En þetta var skorið í burtu og það er orðið 1,5 ár síðan og ég er náttúrulega ennþá að berjast við afleiðingarnar af þessu. Hvernig þá? Minnið er ekki gott ennþá og sko langtíma minnið hefur komið til mér smátt og smátt. Minningarnar hafa svona skreiðst inn í þessa vitund mína alveg eiginlega stöðugt og það er ofsalega gott og gaman og mikill fögnuður. En maður spyrja, varstu búinn að tína þessari upplýsingum eftir aðgerðina? Já, mjög miklum upplýsingum. Hvernig var að vakna upp eftir aðgerð og vera búinn að tína upplýsingum? Ég var nú bara svo vel dópaður og ég var ekkert brjálæðislega kvíðinn. En ég hugsa, sko, ég meina auðvitað var þetta ekki góð upplifun. Nei, ég trúi því. Alls ekki. En sko, til að byrja með þá bara mundi ég, bara orðaforðin hjá mér hafði bara minnkað 75% eða eitthvað. Alveg svoleiðis? Já, ég segi, það var náttúrulega engin mæling gerð á því, en það var bara mín tilfinning að þegar ég var að tala, það vantaði mig alltaf orð yfir það sem ég ætlaði að tala um. Áttu erfitt með að sækja þau? Mjög erfitt og ég fann þau ekki. Og svo var þetta alltaf eitthvað sem að iðulega notaði ég vittlusorð og ég fattaði það sjálfur strax en fann ekki rétt orðin. Og ég meina, ég var í þjálfun hjá minnisþjálfara og hún lét mig hafa eitthvað blað, hún sagði, lét mig hafa blað og blýant og sagði skrifaðu 10 bílategundir. Já. Og ég skrifaði efst á blaðið Benz. Og svo myndi ég ekki vera. Já, ok. Ja. Sjálfur átti ég 3 bíla. Ég átti Land Rover og Toyota og Chevrolet. Ég myndi það ekki. Myndi ekkert hvað. En krýpar ekki, fyrir ekki í sletti svona, en læðist óttin ekki af þér þegar þú ert í svona moment? Jú. Þetta er ekki skemmtilegt. Nei, ég get ímyndað með það. Alls ekki. En svo það maður bara rembast og finna sér aðferðir sem að hægt er að nota til þess að muna og ég hef búin að búa mér til aðferðir sem ég hef aldrei notað áður en er farin að nota núna vegna þess að það er það eina sem að stundum, sum orð get ég ekki munað. Ég meina, mamma mín var mígrenisjúklingur og ég var alltaf að fara að segja frá því og ég man ekki orðið mígreni og ég alveg leita að þessi hausnum, það kemur ekki og ég segi við þann sem ég er að tala við að hvað heitir það þegar höfuðverkur er alveg brjálaður og kemur. Þá ferðu að útskýra orðinu. Já, ég útskýra orðinu. Og hann segir, já, ertu að meina mígreni? Já, einmitt. Svo held ég áfram að tala og eftir smástund þá er orðið dottið út aftur. Bara 5 mínútum seinna. Já, ok. Og ég er enn að reyna að leita því og það kemur ekki. Og þá þurfti ég bara að búa mér til þessa aðferð. Ég sé fyrir mér mömmu sem heldur á greni og
út úr greninu flögra mý. Þannig að þetta er svona mýgreni sem hún heldur á. Já, þú gerir þetta svona visual. Já, þannig að ef ég sé þessa mynd fyrir mér, þá man ég orðið mýgreni að sjálfsögðu. Þannig þú þurftir að þjálfa þessa stöðvar? Já, algjörlega. Og ertu ennþá? Ég er ennþá að þessu. Ég meina það er ekkert langt síðan ég lendi því að ætlaði að fara hérna tala um afa minn. Og afi minn var fæddur á bæ sem að heitir hérna, eða hét Ljáskógasel. Og ég er farin í eyði. Og ég er að tala við einhvern afa og hann spyr hvar var afiðinn fæddur? Ég ætlaði að fara að segja Ljáskógasel og ég segi, já, hann var fæddur í Lárviðarlaufi. Maður á ekki að hlæja þessu. Jú, það er nefnilega má alveg hlæja þessu. Og vegna þess að sá sem er að tala við mig segir, býttu, Lárviðarlaufi? Já, það er bær hérna vestur í Dölum og ég veit leið að ég er að segja vitleysu en ég get ekki munað rétt á orðið, sko. Og þetta er, alls konar svona hlutir henda mig. En nær umhverfið með þetta, er það höndlaði svona? Börnið þín, kona þín? Já, ég meina að ég nýt skilnings, já. Og þú manst hvað börnin heita? Ég man hvað börnin heita. Ég man hvað vinir mínir heita. En þegar það færist fjær, það kemur mjög fljótlega að því að ég man ekki nöfn á fólki. Ég man kannski andlitið, ég man sirka hvernig ég á að þekkja þessa persónu, en ég get ómögulega munað hvað hann eða hún heitir. Og svo er heilinn svo merkilegur að ég kannski horfi og rembist og það kemur ekki til mín þetta nafn. Svo að líða 2 tímar, þá allt í nöfn. Þetta er einn. Já. Þá er það búið að vera að reyna að finna rétta leið í vitundina, sko. Og þá er allir farnir úr partí. Já. Já, var hérna. Þá þurfti ég bara að hringja í þessa mann eða konu. En hvað segja hvítuslopparnir þig? Áttu ekki bara að ganga tilbaka eða þarftu bara að lifa með þessu? Já, sko, ég er, það eru, ég þarf auðvitað að lifa með því að ég hef ekki alla þá getu sem ég hafði. Og það liggur bæði í orkunni. Orkan mín er miklu minni en hún var. Og það er, veit ekki hvort að það stafar af þeim lyfjum sem ég tek endilega eða bara það að þú veist að heilinn hann skammtar mér miklu minni orku heldur en hann gerði áður. Og ég sko er alveg búinn að sætta mig við það að ég stóri efast að ég eftir að fá aftur það minni sem ég hafði. Ég var ágætur í landafræði, ég var ágætur í grasafræði og hín og þessu gat nefnt alla blómategundir á Íslandi. Ég kann kannski 4 í dag. En bursið á því að þá er það sem ég varð fyrir og er eiginlega ennþá verra en þetta. Það er það sem kallað er þrendartaugalöskun sem er löskun á taugum sem eiga rætur inn í heilanum. Og af því að þessi skemmd varð á þeim taugastöðvum þá er ég með stanslausa verki í andlitinu. Já, er það? Já. Bara verki? Já, bara verki, já. Og það er eitthvað sem ég er búinn að glíma við og gera æfingar og reyna að streitast gegn hverjum einasta degi núna í heilt ár. Og það verður mjög lítil breyting á þessu. Þannig ég er bara fann að segja við sjálf mig að þetta er svona líklega það sem að ég á eftir ólifað og ég verð bara glíma við það. Ég verð bara ég geri eins mikið fyrir mig og ég get. Og ég held ég sé alveg að gera mér gott sko með jógaæfingum, rattæfingum, hinn og þessu sem ég er bara búinn að búa mig til einhverja svona rútínu úr. Já. En er tími sviðslistana þá búinn á sviðinu sjálfur eða? Já sko, ég er náttúrulega kvaddi starfið sem sviðsleikari með sýningunni Fífl. Já, ég man eftir ég las viðtal við það. Og svona bara þakkaði leikhúsinu fyrir samveruna og allt það. Heldur að verði svo? Já, það held ég nú. En það var það sko meiningin hjá mér vegna þess að ég vildi svona á mínum efri árum vera fyrst og síðast rithöfundur. Ég er búinn að vera bæði leikari og rithöfundur alla tíð, alveg frá því að ég í raun og veru alveg jafn lengi. Já. Ég var byrjaður að þýða og að skrifa á meðan ég var ennþá í námi í LÍ. Þannig að það er eins og langur tími og svo var ég nú formaður rithöfundasambandsins í 5 ár. Jú. Og þannig að það er það sem ég
vona að verði í lagi og ég ráði við að starfa áfram sem höfundur bæði fyrir leikhús og fyrir aðra ritmennt. Þannig að það svona að horfa fram á veginn það sem þú sérð fyrir þér að gera? Já, einmitt. Ég er að undirbúa í svona nokkur verk sem ég ætla að reyna að skrifa. Já. Stíga ölduna? Stíga ölduna. Daniel mættur. Aldeilis. En svona að þið verum að brenna út á tíma. Já. En bókin? Já. Karl Ágúst Úlfsson. Sko. Hefurðu hugsað það alvarlega? Já. Ég notaði þessa aðferð sem ég einhvern veginn uppgötvaði sjálfur að til þess að styðja minnið mitt og í þessari endurhæfingu sem ég gekk í gegnum eftir aðgerðina þá fór ég að rifja upp gamla minningar af ferli mínum og setja þær á blað, skrifa minningar, lýsingar og það vildi þannig til að ég einhvern veginn bara, það var ekki ákvörðun sem ég tók en þegar ég skrifaði meira þá var ég alltaf að rifja upp skrýtnar, skemmtilegar, hlægilegar minningar mínar af ferli mínum, bæði sem leikari og höfundur og þýðandi. Og þegar þetta voru orðnar ansi margar sögur sem ég hafði á blaði fyrir fram að mig, að þá hugsaði ég, já kannski þetta bók. Þannig að í raun og veru tók ég þá ákvörðun að ég myndi skrifa þessa bók mig þar sem ég að rembast við að komast út úr þessum eftirstöðum af erfiðri heila aðgerð með því að rifja upp það sem að ég lenti í á mínum ferli. Þetta er samt ekki ævisaga, þetta er minningabók og ég er komið það langt með hann núna. Ég held að hún verði á endanum gefin út og akkurat eins og heitir hún Fífl sem ég var. Góður titill. Þú hefur svolítið verið komik megin í gegnum leiklistaferilinn þannig að það hefur hæfið kannski þetta og lokaverkið var einmitt þetta. Það fjallaði fíflið og sögu hirðfíflanna og sjálfa mig sem íslenska hirðfíflið. Mér finnst þú snillingur. Þakka hinnilega fyrir. Og bara virkilega gaman að fá þig. Takk fyrir að keyra yfir heiðina og koma að hitta okkur inn í Blómborg. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, og Sindri okkar maður Mjölnir þarna á tökkunum. Já. Og hann var að lokum, við verum að því þetta kom til tals. Já. Skólinn fyrir vestan, því að okkar maður Sindri Mjölnir hann á tökkunum, þið sjáum hann ekki, hann er mjög geðugur og yndislegu drengur. Hann var í námskeiði hjá þér fyrir norðan í Hrútafirði. Já, ég er ekki að skóla. Segðu okkur aðeins frá því svona á einu kveðinu. Já, þar var ég að kenna leikritun. Þetta er árlegu viðburður? Þetta er árlegu viðburður en ég kenna ekkert alltaf sko. Nei. Ég er búinn að kenna nokkur sinnum. Það er val frá ári til árs hversu mikið úrval af námskeiðum verður og hver er hægt að velja úr. Og núna var ég, í sumar var ég að kenna leikritun. Og okkar maður Sindri var á svæðinu. Sindri var hjá mér. Hvernig gekk honum? Hún gekk alveg frábærlega. Ekki? Frábærlega, ég var svo lukkulegur með þennan hóp sem var hjá mér. Það voru allir svo einhvern veginn heiðarlegir. Yndislega. Já, allir svo heiðarlegir og lögðu svo mikið í verkin sem þau voru að skrifa, bæði tilfinningarlega og skynsamlega. Brilliant. En til hamingju með að hafa fengið að gera það sem ég langaði alltaf að gera alla ævina. Já, þakka þér innilega fyrir það. Það eru forréttindi. Það er mikil forréttindi og ég er alveg óheyrilega heppinn. Gratuleira. Takk. Takk fyrir að koma og það er tradísjón að skála og takk fyrir komuna. Þið sem heima sitið eða að hlusta, takk fyrir að horfa eða að hlusta og við erum stödd hérna í Blómaborg í Hveragerði og mér langar að útskýra það aðeins að þættirnir voru allir teknir upp á Gömluborg í Grímsnesi sem ég á heima með konunum minni og hundinum, Krummaði Dog. Ég vildi koma vinnunni út af heimilinu, þess vegna komum við hingað í Blómaborg. Það er ástæðan fyrir því. Takk Jónas og Áslaug fyrir að leyfa okkur að vera hérna. Takk Agla Gósgerð, takk Lífæs, ég er móðins eins og alltaf. Kalli, Lifi Byltingin, Sindri, takk fyrir okkur.